Landspítalinn spáir því að 5.000 manns geti smitast af COVID-19 á næstu 6 vikum. Sá fjöldi sem þurft hefur að leggja inn í samræmi við svartsýnustu spár spítalans. Víðir Reynisson segir að lengi hafi verið vitað að heilbrigðiskerfið þoli lítið álag. Ákveða þurfið að faraldrinum loknum, hvernig kerfið þurfi til að takast á við áföll framtíðarinnar. Bólusett hjón með COVID-19 standa frammi fyrir alltaf 19 dögum í sóttkví og einangrun. Eina ráðið að fara vel með sig, segja þau, og hvetja fólk til að fara í skimun við minnsta grun. Eitthvað hefur farið úrskeiðis, segir sviðsstjóri ferskvatnssviðs Hafró myndir af afmynduðum laxi í sjókvíum á Vestfjörðum. Framleiðsla í sjókvíum hefur 13-faldast hér á landi frá árinu 2015. Gleðigangan nauðsynlegt baráttutæki til að tryggja jafnrétti, segir mannréttindafulltrúi Kaupmannahafnargöngunnar. Án hennar hætta á að afturför verði í réttindabaráttu hinsegin fólks. Gott kvöld. Víðir Reynisson yfirlögregluþjónn almannavarna segir að heilbrigðiskerfið ætti að þola meira en það gerir. Fara þurfi vel yfir kerfið til framtíðar þegar faraldrinum lýkur. Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar, telur að harðar innanlandsaðgerðir myndu tefja fyrir því að þjóðin myndi hjarðónæmi. Ríkisstjórnin samþykkti í gær aðgerðir til stuðnings heilbrigðiskerfinu sem var það sem sóttvarnalæknir og almannavarnir höfðu mestar áhyggjur af í þessari bylgju. Flestar miðuðu aðgerðirnar því að létta undir með Landspítalanum, bæði strax og til lengri tíma litið. Núverandi sóttvarnatakmarkanir innanlands gilda til næsta föstudags og ræddi ríkisstjórnin ekki formlega breytingar á þeim á fundi sínum í gær. Yfirlögregluþjónn almannavarna lýsti áhyggjum sínum af því á síðasta upplýsingafundi að núverandi sóttvarnaaðgerðir innanlands dygðu ekki til. Hann fagnar því að það eigi að auka áfallaþol Landspítalans. Við höfum talað fleiri en heilbrigðiskerfið í því og það auðvitað meðan svo margir lenda í einangrun í 10-14 daga og margir í sóttkví í 7 daga eins og núna eru mörg þúsund manns í þessu, þannig að það eitt og sér alveg óháð því hversu veikt fólki getur haft áhrif á mikilvæg kerfi og við höfum áhyggjur af hlutunum. Við höfum fengið upplýsingar á lögreglustjórum og sjúkraflutningum og fleiri aðilum viðkvæmnina sem í gangi og við höfum svo sem sagt áður að við þurfum að vera tilbúin að herða ef eitthvað fer að bresta. En að má skilja á þessu sem þú veist að segja að þú viljir herða aðgerðir núna næst? Já, við þurfum allavega að sjá hvað þetta gerir með Landspítalann. Það svona kannski það sem hefur verið svolítið svona skurðpunkturinn í þessu, hvort að Landspítalinn ráði við það álag sem að myndast í kringu þessa bylgju. Víðir segir að það komi ljós fljótlega í næstu viku. Kári Stefánsson segir að það sé ekki lengur skynsamlegt að innbrýna eingöngu á það sem hægt sé að gera til að koma í veg fyrir smit. Verkefnið framundan sé að passa að engin af smitbylgjunum sem séu framundan lami heilbrigðiskerfið eða atvinnulífið. Ímyndað það við höfum farið núna í hörðustu aðgerðir, raunverulega lokað öllu. Þá, við höfum getað komið í veg fyrir útbreiðslu veirunnar dálítinn tíma. En það hefði reynst samfélaginu býsna erfitt og það sem meira það hefði lengt þann tíma sem að líður þangað til allir eða stór hundraðshluti þjóðarinnar búin að smítast sem nauðsynlegt til þess að við getum náð hjarðónæmi. Fjármálaráðherra sagði eftir ríkisstjórnarfundi í gær að það væri rosalegt ef grípa þyrfti til hertra samkomutakmarkana innanlands, ekki bara vegna faraldursins, heldur veikleika í heilbrigðiskerfinu. Kerfið okkar bara lítið og þolir þar að leiðandi lítið álag þegar einhvað gerist og þetta náttúrulega eitthvað sem held allir hafi vitað í mjög langa tíma en þannig að ég held að þetta sé bara rétt hjá fjármálaráðherra að kerfið ætti auðvitað gera við kröfum það kerfið þolir meira og það kannski eitt af því sem að menn munu þá fara vel í gegnum í kjölfarið á þessum faraldri það bara hvernig heilbrigðiskerfið viljum við hafa til þess að takast á við áföll framtíðarinnar. Hildur Margrét Jóhannsdóttir fréttamaður við Alþingishúsið og Hildur, þú ert með fleiri viðbrögð við aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Já, einmitt. Hérna hjá mér eru 3 fulltrúar stjórnarandstöðunnar. Logi,
Þið Samfylkingunni hafi frekar talað fyrir harðari sóttvarnatakmörkunum. Teljið þið nóg að gert? Það er jákvætt að skima meira á landamærum en miðað við síðasta fund almannavarna þá hefði ég talið að vera tilefni til þess að grípa hraðar til aðgerða heldur en að bíða í 10 daga. Það þarf að verja viðkvæma hópa, það þarf að styrkja heilbrigðiskerfið og það þarf að sjá til þess að skólarnir komist eðlilega af stað. Okkur hefur reynst vel að fara að tilmælum sóttvarnalæknis og ef einhverjir í ríkisstjórninni að hlusta núna þá bið ég því guðana bænum að gera það áfram. Þórhildur Sunna, þú gagnrýndir í vikunni hraðar tilslaganir. Teljið þið þessar aðgerðir til bóta þið í Pírötum? Já, þegar kemur að styrkingu heilbrigðiskerfisins þá myndi ég að segja að þetta sé of lítið og of seint. Þau eru búin að hafa heilt kjörtímabil til þess að ganga í þetta gríðarlega mikilvæga verk, þannig að það verður væntanlega stór hluti af kosningabaráttunni framundan. Hverjum er treystandi til þess að byggja upp heilbrigðiskerfið? Við þurfum sannarlega á því að halda, sérstaklega ef þá ekki að styrkja frekar takmarkanir. Karl Gauti, hvernig blasa þessar aðgerðir við ykkur í Miðflokknum? Já, ég myndi kannski ekki segja að þetta væri merkilegar aðgerðir og ég held að fólk sé aðalega að kalla eftir því að það sjáu eitthvað fyrir, sjáu þessar aðgerðir fyrir. Þessar aðgerðir hafa kannski mest leitt í ljós munin á skoðunum innan sóttvarnakerfisins og ríkisstjórnarinnar. Þarna greinilega komin einhver þáttaskil en fólki í landinu kallar þetta fyrirsjáanleika og þetta er ekki aðgerðir sem vekja okkur traust á því að ríkisstjórnin sé með einhverja stefnu í þessu máli sem fólk er að kalla eftir. Takk fyrir þetta. Og við látum þessu lokið héðan af Austurvelli. Takk fyrir það, Hildur Margrét. 5.000 manns gætu smitast næsta 1,5 mánuð samkvæmt spá Landspítalans. Það þýðir að bylgjan sé að ná toppi þessar mundir. Nýjasta spálíkan Landspítalans og Háskóli Íslands gerir ráð fyrir að 5.000 greinist með smit á næstu 6 vikum. Samkvæmt upplýsingum Fréttastofu er það frekar bjartsýn spá smittölur. Líkanið gerir ráð fyrir að toppi kúrfunar sé náð þessar mundir og að smitum fari síðan fækkandi dag frá degi. Það þýðir samt að enn greinist daglega 50 smit í byrjun september. Líklegt sé að rúmlega 3.000 getur verið á sama tíma í einangrun miðjan ágúst. Núna eru það rúmlega 1.450 og hafa aldrei verið fleiri. Margt getur haft áhrif á spána, til dæmis gerir hún ekki greinarmun á bólusettum og óbólusettum. Fjöldi innlagna núna fylgir svartsýnustu spá Landspítalans sem gerir ráð fyrir að 30 liggi inni á sama tíma miðjan ágúst og 6 á gjörgæslu. Nú liggur 21 inni, 2 eru á gjörgæslu og annar þeirra í öndunarvél. Yfir 100 smit hafa greinst daglega síðustu 6 daga. Í gær greindust 4% þeirra sem fóru í skimun eða 119, 33 voru óbólusettir og 75 utan sóttkvíar. Í þessari bylgju hafa 49 sjúklingar lagst inn, 3 þeirra er óbólusettur og 5 hafa þurft gjörgæsluinnlögn. Hjón með COVID-19 bæði bólusett, annað með AstraZeneca og hitt með Pfizer, standa frammi fyrir alltaf 19 dögum í sóttkví og einangrun. Þau segja eina ráðið að fara vel með sig og hvetja alla með einkenni til að fara í sýnatöku. Sigríður Inga Sigurðardóttir og Jón Áki Leifsson veiktust af COVID-19 eftir að sonur þeirra smitaðist í bústaðaferð með nánustu fjölskyldu. Smitið var rakið til kynbótasýningar á Hellu. Hvernig var þeim við að fá staðfest að þau hefðu smitast þótt bæði væru full bólusett? Ég verð að viðurkenna okkur brá aðeins við að vera jákvæð eftir að hafa fengið fulla bólusetningu við bæði 2. En þá kom okkur samt ekki óvart að þegar við vorum í sóttkví og fólk í kringum okkur var búið að greinast með COVID. Þannig að við áttum alveg eins von á þessu eftir að það kom upp. Og hvernig gengur samkomulagið á heimilinu, Jón Áki? Nú sitið þið uppi hvort með annað og getið bara hvorki farið lönd né strönd. Það reynir á þolinmæðina og ýmislegt kannski. Já, ég hef nú verið að svipast eftir útfylltum skilnaðarpapírum en gaman veist þá gengur þetta nú bara mjög vel. En ég hugsa að hún sé nú farin að verða svolítið þreytt á gamlu bröndurunum. Sjáum til hvernig hún verður eftir svona viku viðbót. Hjónin hafa pantað mat á netinu og fengið heimsendan og eins hefur fjölskyldan verið þeim innan handar. Sumarfríið þeirra hefur farið í COVID og ekki ljóst hvort verður að ferma fósturdóttur þeirra 15. ágúst eins og til stóð. Hjá mér voru þetta bara væg flensueinkenni í 2 daga en svo hefur þetta bara lagast og ég er búin að vera eldhress núna í 3-4 daga. Þannig að ég vona bara að það breytist ekkit. Jón Áki kveðst hafa mist lyktar og bragðskyn en annars séu einkennin líkust vægri flensu. Sigríður Inga segist hafa verið frekar hress það sem af COVID veikindatímanum. Það sem var fyrst á mér var hósti og höfuðverkur
og einhver smá hitavella, en svo misti ég bragðskynið í gær og mér fannst það rosalega skrítið. En að öðru leyti er ég búin að vera ótrúlega hress. Og ég er eiginlega að bíða eftir því að verða veik. Einhvern veginn vaknar á mótnan og hugsaði allir að vera veik í dag, en ég er búin að vera mjög hress. Sigríður Inga og Jón Áki ráðleggja þeim sem hafa veikst að taka því rólega og fara vel með sig. Mikilvægt sé að hafa eitthvað fyrir stafni ef heilsan leyfir. Að gera að eyða ekki orkunni að pirra sig á ástandinu. Þetta líði hjá. Já, og frá pallinum hjá Sigríði og Jóni Áka þá ætlum við að bregða okkur til Kína. Því borgaryfirvöld í Shengshu í Henan héraði í Kína hafa hert sóttvarnaraðgerðir sínar eftir að 21 kórónuveirusmit greindist þar í síðustu viku. 140 ökutæki voru notuð til að úða sótthreinsivökva á fjölförnustu götur borgarinnar. Lestarstöðvar, sjúkrahús, stórar verslunarmiðstöðvar og 1700 aðalvegi inn til borgarinnar. Aðgerðirnar hófust klukkan 10 í gærkvöld og átti að vera lokið áður en borgarbúar fóru á stjá í morgun. Eitthvað hefur farið úrskeiðis ef marka má myndir sem teknar voru í sjókvíaeldi á Vestfjörðum í apríl. Þetta er mat sviðsstjóra ferskvatnssviðs Hafrannsóknastofnunar. Hann segir mikilvægt að vel sé staðið að fiskeldi og eftirlit sé virt. Framleiðsla á laxi í sjókvíaeldi skipar sífellt stærri sess í matvælaframleiðslu á Íslandi. Sjókvíaeldi hefur 13-faldast frá árinu 2015, samkvæmt gögnum úr radarnum mælaborði sjávarútvegsins. Sumir hafa þó áhyggjur af því hvernig staðið er að slíku laxeldi. Meðal annars North Atlantic Salmon Fund sem hefur beitt sér gegn auknu sjókvíaeldi við strendur landsins. Veiga Grétarsdóttir kajakræðari tók myndir af sjókvíaeldi í Dýrafirði og í Arnarfirði á Vestfjörðum í vor. Arnarlax og Arctic Fish eru þar með eldi. North Atlantic Salmon Fund sendi fréttastofunni myndefnið. Í samtali við fréttastofuna kvaðst Veiga með róðri umhverfishált Ísland vilja benda á hversu mikið rusl berst frá sjónum upp á land. Vernda þurfi hafið. Laxeldi sé bæði sjónmengun og umhverfismengun og ekki sé allt fagurt sem tengist eldinu. Myndirnar voru teknar seint í apríl. Gera má ráð fyrir að 5 milljónir laxfiska hafi verið í sjókvíum í vestfirskum fjörðum á þessum tíma samkvæmt upplýsingum úr greininni. Fiskurinn getur skaðast af ýmsum orsökum, bæði fengið sjúkdóma eða orðið fyrir hnjaski sem leiðir til alvarlegri áverka í kjölfarið. Sviðsstjóri ferskvatnssviðs hjá Hafrannsóknastofnun segir Hafrannsóknastofnun ekki heyra mikið atvik sem þessi í íslensku fiskeldi. Menn náttúrulega þekkja það að þetta getur gerst og eldismenn að þeir reyna gjarnan að passa upp á sína hjörð og hugsa vel hana. Og flesta þessum eldisfyrirtækjum, allavega stærri eldisfyrirtækjunum, að þau eru með vottanir frá vottunarstofum þannig að menn þurfa að vera vakandi og árvökulir fyrir því að hugsa dýravelferð. Þessir fiskar hafi sennilega slasast í sjókvíunum. Fiskarnir étist í raun upp í köldum sjó eftir að þeir verða fyrir hnjaski. Sárin ná ekki að gróa. Þekkt er í greininni að sár koma á fiska af ýmsum ástæðum. Viðmælandi úr fiskeldisgeiranum líkir þessu við þegar kind er meidd eftir girðingu og bóndinn finnur hann ekki strax. Að öllu jöfnu séu fiskar sem þessir teknir út við daglegt eftirlit. Engin fiskur eigi að líða. Matvælastofnun á að sjá eftirlit með dýrum og dýravelferð. Guðni Guðbergsson kveðst ekki vita annað en að þeir sinni því af kostgæfni. En vissulega getur alltaf svona einhver undantekningadæmi komið upp. Þessar myndir sem að þú hefur séð, er þetta algjör undantekning eða má gera ráð fyrir að það séu alltaf einhverjir fiskar í hverri hjörð eins og þú segir sem að verða svona illa úti? Sko ég held að það sé alveg undantekning ef að það verða fiskar sem að líta svona illa út því að þá hefur eitthvað klikkað einhver staðar, þarna hefur eitthvað farið úrskeiðis. Það er verið að framleiða mat og það er náttúrulega fiskeldisfyrirtækin eiga allt undir því að sú vara sem þeir eru að búa til að hún standist gæðakröfur því að ef ekki þá fer illa. Talsmaður Arctic Fish segir í yfirlýsingu til fréttastofu að ef myndirnar séu komnar úr kvíum fyrirtækisins sem hann hafi efasemdir þá séu særðu fiskarnir alger undantekning og lýsi með engum hætti ástandi í eldiskvíum fyrirtækisins. Forstjóri Arnarlax tekur í sama streng og segir að sjúkum fiskum sé fargað samkvæmt leiðbeiningum MAST en almennt séu 99% fiskafyrirtækisins án útlitsgalla. Hvorugur þáði boð fréttastofu viðtal. Það var allt öðru.
Meiri hraði að færast í uppbyggingu 5G-kerfisins og næstu mánuðum verða tugir senda ræstir. Stór hluti þjóðarinnar ætti að verða tengdur við kerfið eftir það bil 2 ár. 5G-netið mun vera grundvöllur 4. iðnbyltingarinnar sem kemur til með að gjörbreyta lifnaðarháttum fólks. En fyrir almenning í dag þýðir það fyrst og fremst stór aukin afköst, því það mun vera alltaf 10 sinnum hraðvirkara en 4G-netið sem nú notast við. 5G-símtæki eru komin í almenna sölu, en útbreiðsla fyrirtækisins takmörkuð enn sem komið Á meðan 4G-kerfið þekur bróðurpart landsins, þá útbreiðslan afar misjöfn eftir símafyrirtækjum þegar kemur að 5G og hún bundin við tiltekna þéttbýliskjarna. Nova komið lengst í uppbyggingunni. Nú þegar nær 5G-net fyrirtækisins til stórs hluta höfuðborgarsvæðisins, Akureyrar, Vestmannaeyja, Hellu, Sandgerðis, Garðs og loks Grímsnes. Samkvæmt svörum frá Nova stefnt að því að setja upp 20 5G-senda til viðbótar á þessu ári. Meðal annars á að þétta netið í Reykjavík, auk þess sem horft til staða sem ekki eru ljósleiðara tengdir. Vodafone með virkan sendi hjá höfuðstöðum sínum á Suðurlandsbraut, en frekari uppbygging í kortunum. Heiðar Guðjónsson, forstjóri Vodafone, segir að ákveðið hafi verið að bíða með uppbyggingu þar til ný fjarskiptalög hafi verið samþykkt. Það frumvarp var raunar langt komið á þingi í vor, en féll dautt á lokametrunum. Frumvarpið forsenda þess að hægt sé að úthluta varanlegum tíðniheimildum, en Heiðar segir að leið og það liggi fyrir verði hægt að ráðast hratt í uppbyggingu. Síminn hefur sett upp 8 5G-senda á höfuðborgarsvæðinu og stefnt á að virkja þá í haust. Samkvæmt svörum þaðan stefnt á að ná til meiri hluta landsmanna sem fyrst. Það ættu, að öllu óbreyttu, ekki að þurfa að líða meir en 2 ár þar til meginþorri landsmanna verði tengdu 5G og að 4. iðnbyltingin geti þá hafist fyrir alvöru. Sósíalistaflokkur Íslands birti í dag framboðslista flokksins í Reykjavíkurkjördæmi norður fyrir komandi alþingiskosningar. Gunnar Smári Egilsson, formaður framkvæmdastjórnar flokksins, skipar fyrsta sætið á listanum. Í öðru sæti Laufey Líndal Ólafsdóttir, stjórnmálafræðingur og aktivisti. Atli Gíslason, tölvunarfræðingur, í 3. sæti og í því 4. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Í dag hefði gleðigangan verið haldin í Reykjavík en af henni varð ekki í ár. Aron Winston Lefevre, mannréttindafulltrúi systurgöngunnar í Kaupmannahöfn, segir að leið og slakað sé á í baráttunni verði aftur fyrir réttindabaráttu hinsegin fólks. Hann vonar að gleðigöngurnar verði endurreistar og hefur áhyggjur af stöðu minnihlutahópa í Ungverjalandi, Pólandi og Georgíu. Í þessum löndum vel skipulagðir hópar sem níðast á réttindum hinsegin fólks og þar á frjáls blaðamennska undir högg að sækja. Það skiptir máli að þjóðir Evrópu standi saman. I think we're looking at a very complex situation. If we look at the Nordics and some of the countries in Western Europe, we see still some progress. I have to say that it has been slowing down in the last decade. I think we made a lot of progress in the early 2000s, the late 1990s. Which is now slowing down, but what is more concerning is that we see countries like Poland and Hungary when we look at the European Union perspective, but also countries like, for instance, Georgia, where the community seems to be under pressure more and more. And I also think that the international organizations in which different countries are a member, like the European Union or the European Economic Area, but also the Council of Europe, should make a fist and be a lot stricter with countries like Hungary and Poland when it comes to their policy on inclusion and anti-discrimination. Mikil hætta getur falist í því að gera alvöru úr því að reka Ungverjaland úr Evrópusambandinu, eins og Mark Rutte, forsætisráðherra Hollands, nefndi á leiðtogafundi í Brussel í síðasta mánuði. Það geti leitt til þess að staða minnihlutahópa í landinu versnaði. So I say on the one hand we need to be very strict, but we also should not lose Hungary or Poland as members of the European Union or other organizations, because it is really important to still have an influence in what they are doing. Hann segir að Norðurlöndin þurfa að vinna betur saman og sýna alþjóðasamfélaginu að valdníðsta á minnihlutahópum verði ekki liðin. En það þótt staðan á Norðurlöndum sé betri en víða annar staðar verði baráttan að halda áfram. So the moment we stop progressing, we are going backwards. So I think sometimes, and that is also what we hear in the Nordics a lot, why do we still need pride? Why is that still necessary? We are still not equal, and it will be very hard to become equal entirely, and that is why we need pride. Í
Já, við reynum bara aftur að ári. Og þá að veðri. Veður verður áfram stillt og notalegt víðast hvar á landinu og á morgun má reikna með að hiti nái 20 stigum bæði á suðvesturhorninu og norðaustanlands. Sólríkt verður víða land en þokuloft getur þó spillt þeirri gleði við norður- og austurströndina sem og stöku skúrir til landsins. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar eftir íþróttafréttir sem Edda Sif Pálsdóttir sér í kvöld. Við förum yfir allt það helsta á næst síðasta degi Ólympíuleikana í Tókjó, Evrópu og Ólympíumet og árangur sigursælustu konu í frjálsíþróttum á Ólympíuleikum frá upphafi. Við höldum norður þar sem næst síðasti hringur á Íslandsmótinu í golfi var spilaður á Jaðarsvelli í dag. Og svo mættu ensku bikarmeistararnir í Leicester, Englandsmeisturum Manchester City í leiknum samfélagsgjöldin. Þá skulum við fara yfir það sem bar hæst í þessum fréttatímum. Landspítalinn spáir því að 5.000 Íslendingar geti smitast af COVID-19 á næstu 6 vikum. Sá fjöldi sem þurft hefur að leggja inn í samræmi við svartsýnustu spár spítalans. Víðir Reynisson segir að lengi hafi verið vitað að heilbrigðiskerfið þoli lítið álag. Ákveða þurfi að faraldrinum loknum hvernig kerfið þurfi til að takast á við áföll framtíðarinnar. Bólusett hjón með COVID-19 standa frammi fyrir alltaf 19 dögum í sóttkví og einangrun. Eina ráðið að fara vel með sig, segja þau, og hvetja fólk til að fara í skimun við minnsta grunn. Eitthvað hefur farið úrskeiðis, segir sviðsstjóri ferskvatnssviðs Hafró myndir af afmynduðum laxi í sjókvíum á Vestfjörðum. Framleiðsla í sjókvíum hefur 13-faldast hér á landi frá árinu 2015. Gleðigangan er nauðsynlegt baráttutæki til að tryggja jafnrétti, segir mannréttindafulltrúi Kaupmannahafnargöngunnar. Án hennar er hætta á að afturför verði í réttindabaráttu hinsegin fólks. Þessum fréttatíma er lokið og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Ólympíukvöld, samantekt frá viðburðum dagsins á Ólympíuleikunum í Tókjó. Hátíðardagskrá hinsegin daga, skemmtiþáttur í tilefni hinsegin daga þar sem flutt verður tónlist og fólk tekið tali. Bein útsending frá maraþoni karla á Ólympíuleikunum í Tókjó. Í sumar verður boðið upp á úrval vandaðra heimildarmynda og heimildaþáttaraða, innlendar og erlendar, á RÚV og í spilarann.